Komið sæl og verið velkomin í vikuskammtinn. Þá fáum við til okkar góða gesti og ræðum svona frjálslega út frá fréttum vikunar. Og að þessu sinni baði ég nú starfsfólk samstöðvarinnar, blaðamennina við Rauðaborðið að koma í spjall af því að við erum að fara í páskafrí. Og það oft svona, já, þetta er kannski mikilvægt að við gerum bara upp, ekki bara vikuna heldur árið, það sem af árinu fyrir páska. Og svo langar mig líka til að biðja ykkur að ég segja mig frá svona ykkar eiginlega persónulegu tengslum við þessa blessuðu páskahátíð. Ég heiti Oddný Eir og hingað eru komið þau Gunnar Smári Egilsson, María Lilja Ingveldar Þrastardóttir Kemp, Laufey Líndal Ólafsdóttir, Björn Þorláksson og Sigur Jón Magnús Egilsson. Takk fyrir að stökkva borð. Viljið þið ræða fyrst fréttirnar svona hvað ykkur fannst helst fréttnæmt í dag eða í vikunni? Björn, þú varst nú með einhverja svona nýja frétt. Já, bara núna rétt áðan var maður að sjá að handboltastelpurnar okkar íslensku sem voru þvingaðar til að taka þátt í rauninni ógeðslegu verkefni, keppa við Ísrael bak við luktar dyr án áhorfenda. Þær voru senda frá sér mjög harðorða ályktun þar sem að þær skora á HSI og ISI að koma þeirri ömurlegu reynslu þeirra að þurfa að leika við Ísraela við þessar aðstæður og þær fara fram á að Ísrael verði meinað að taka þátt í alþjóðlegum íþróttaviðburðum meðan á hernaði þeirra stendur. Og þetta ekki bara nýjasta fréttin, þetta eiginlega bara, finnst mér svona gleðilegasta fréttin frá þessari viku. Þannig að já, ég byrja bara á þessu. En flott hjá stelpunum okkar, það ekki kallaðar stelpunar okkar? Jú, þegar það gera vel. Og maður veit alveg að þessi ákvörðun þeirra að senda þetta frá sér, þetta mun kalla á blendin viðbrögð. Að mörguleyti hefði verið þægilegra fyrir þær að gera það ekki, það sem þær eru að gera núna. Og allt sem útheimtir svona mikið hugrekki og sjálfstæði, við hljótum að fagna því. Spank í þessu. Já, þetta var erfitt fyrir það sem kom bara alveg fram í öllu. Þær voru ekki óska fyrir að spila Ísrael, þannig aðtökuðust bara hlutinir og nú eru þær með þessu konar inn á næsta heimsmeistaramót sem náttúrulega... Nú tóku að sér að hindra það að Ísrael færi inn á mótið. Já, leið, já. Þannig að það er náttúrulega draumur allra íþróttamanna að fara á stæðstu mótin og þannig að þær voru svona settu svolítið fyrir vegg en svo þegar voru búin að vinna þetta þá héldu þær fyrir Rapid-merkið hvað er þetta? Já, Rapid. Já, sem er alveg á myndatökunum og héldu þær allar hendinni fyrir og miklu fargi að þeim rétt. Svo líka búið að vera sem sagt, það hefur umræðum það að fréttamiðlarnir hafi talað að einhver mótmælendur hafi reynt að sparka inn hurðum og reynt að komast inn í húsið og þetta hefur verið borið tilbaka og svona Hvaða fréttamiðlar skrifuðu það? Ég er ekki alveg með á hreinu hver skrifaði hvað. Mér finnst mjög líklegt að það sé nú eitthvað upp eftir dagbók lögreglu því að dagbók lögreglu oft mjög svona skreitt og hún fer nú kannski svona svolítið meira eftir reynslu heimi hvers lögreglu þjóns og svona. Ég meina þetta auðvitað bara einhver einn gæja vaktinni sem kemur og skrifar inn í dagbók og með skoðun. Og með skoðun og svo þetta fært inn ég get haldið uppi þætti að tala dagbók lögreglu og fréttamennsku út frá því því að þetta auðvitað ekki fréttamennska, þetta bara eitthvað blaðamennska. Ég sá í sjónvarpsfréttum fólki sem stóð fyrir utan og þekkti nú eitt andlit þar en svona fólki ég trúi ekki að fólk hafi verið að berja húsið en þær sögðust eða þjálfarinn sagði að þau heyrst inn í sal einhver hróp. Það er skiljanlegt að ef fólk að mótmála fyrir utan að það heyrist í því. En er þetta voru alþingismenn að kvarta yfir fyrir mótmælendur? Þú veist að stelpunar okkar skuli bara taka við sér og vakna? Jú, þetta kannski bara mjög fordæmisvekjandi hvað varðar linkind okkar Íslendinga líka bara í þessu máli. Við höfum eins og flestar aðra þjóðir heims bara sofið alveg ótrúlega mikið á verðinum og ekki viljað óhrenga okkur með því að taka afstöðu í þessu máli. Þannig að mér finnst þær eru búin að gefa núna boltan hvernig við förum inn í páskafríð bara sem minnifríð á hatara í Eurovision Þeir tóku palestinska fánan sem var alveg harðbannað
að það svona, þannig Íslendingar hafa vissulega mótmælt Ísrael, sko. Þannig að ekki gleyma því, krakkar. Nei, það talaði að þetta séu 75% íslensku þjóðarinnar styðji Palestínu og réttindabaráttu Palestínu fólks og frjálsa Palestínu. Þetta er könnun sem var gerð bara núna síðustu árum út af félaginu Ísland Palestínu og einhverju svona maskínu fyrirbæri og þannig að vilji almennings er mjög skýr, en svo höfum við þetta ráða fólk og þá bæði í íþróttahreyfingunni og svo bara yfir okkar landi líka sem að virðist einhvern veginn vera svo duglaust og einhvern veginn ekki fylgja eftir kalli fólksins. Og Ríkisútvarpið með Eurovision og vera? Einmitt, svo ekki sér talað það. Ég held að það var ekki eitthvað Breiðablik eða eitthvað að spila við lið frá Ísrael fyrir svona ári, 1,5 ári síðan. Þá kom fram sko ef þeir hefðu neitað að spila þá hefði Breiðablik verið dæmt úr keppni og það hefði sama gilt Ísland og fengið einhverja bara straff í 3 ár eða eitthvað. Já, og háarsektir. Háarsektir, en hins vegar er það ósk Palestínu fólks að við hættum að eiga í viðskiptum og samskiptum við Ísrael á meðan þeir eru að fremja þjóðarmorð á Palestínu fólki. Og þau sem að vilja að við bara neitum að spila við þau hafa gildir ástæðu fyrir því að vera að biðja það. En ég veit ekki hvort að það sé 75% sem að vil taka það afstöðu. Þetta er náttúrulega umdeilt mál alltaf hvort að ég að svona hafna öllum samskiptum hvort að við eigum núna ekki að fá Bolshoi dansflokkinn í heimsókn til Íslands af því að Rússland er í innrásarstríði í Úkraínu. Sumir vilja það ekki. Aðrir segja sem við höfum alltaf að halda uppi menningar og íþróttasamskiptum því að það á við fólkið og þá er svarað á móti, nei, sérstaklega þessi ríki sem að láta svona nota íþróttur og menningu til þess að réttlæta eigin verk og einhver slæða, ég veit ekki hvernig það er á litin sú slæða sem er dregin yfir. Það er náttúrulega svona bleikaslæður og grænaslæður eða eitthvað. Þetta er líka svartar slæður sem eru dregnar yfir þjóðarmorð. Það hefur náttúrulega verið gríðarlegu tvískinningur í sambandi við. Það hefur verið mikið klift á Rússland en á meðan það hefur ekkert verið gerða neina tilraunir til þess að stöðva í raun og veru Ísrael að þessu leyti, sko. Veltir upp einstakir listamenn sem að einhvern veginn bara ferillin þeirra bara hvarf af því að eftir innrásina. Stórkostlegt listafólk sem við höfum ekkert séð síðan. Og svo Ólympíuleikum þá mega þeir keppa en ekki undir eigin flaggi eða þjóðarheiti heldur. Það er eitthvað svona lið sem er búið til eitthvað, sko, sem að þau sem að unni sér inn sko Ólympíulágmark. Mikilvægt til þess að mæta þessu. En ekki keppa sem Rússar. Þannig að Ísraelsmenn getur gert það. Keppt undir flagga Ólympíu nefndarinnar. Já, einmitt. En þeir virðast bara ekkert hafa verið stoppaðir, þannig að þeir eru allstaðar, virðast vaða uppi bara. Já, og RÚV beygði sig undir það í Eurovision. Við vorum lætið í kringu það fyrir hvað 1 árið eða 2 árum. Já, árið síðan. Aftur núna. Ég held að það sé bara annar eins undirskriftalisti og ég veit ekki betur en að það hafi verið mótmæli. Þetta fyrir framann einhver bréf og kröfur sendar á útvarpsstjóra og það virðist bara ekki að ganga upp. En þetta er galið, sko. Í sögunni hefur oft verið talað Ólympíuleikana 1936 og jafnvel látið þessi veðri vaka kannski hefðu íþróttafólk og þjóður ekkert að taka þátt í. En þetta er svona svipað og að keppa við Þýskaland nasismans 1945, sko. Veist, það er 1936 getur alveg hafa sagt að þú hefur ekki séð fyrir þér þjóðarmorð, sko. Og þessu upplýsingarnar með alþjóðum hættu en núna eru við bara, þetta er eins og bara lið frá Auschwitz, liðið í Auschwitz komið að keppa. Þetta er yfirgengilegt. Svo er óheppilegt, sko, að það er ekki bara það að þjóðin sé klofin vegna
þáttöku okkar og afstöðu Ríkisútvarpsins í þessu máli heldur sendum við bara svo rosalega leiðinlega Eurovision lög út líka. Við erum orðgert það. Hlýðar vandi í þessu samhengi. Við erum orðgert það. Ættum kannski bara að ræða það fyrst. Það er alltaf eitthvað vonlausast á öllu. Ég verð að játa það að það hefur ekki verið erfitt fyrir mig að sniðganga Eurovision. Það hefur verið mjög erfitt fyrir mig að sniðganga Eurovision. Ég hef alltaf tekið Eurovision mjög alvarlega og alla leið og ég hef alltaf verið með svona stór búningapartí með þú veist, stigatöflum og vindvélum Ertu enn með þetta? Nei, ég er í sniðgöngunni. Þannig að það er bara svona eins og ég hafi mist handlegg hann bara, ég er nú að fórna. Fyrir þessa sláturinn, varstu þá með töflurnar heima? Já, allt. Það var að gefa út á ykkarblöð, menn ekki því. 4 blaðsíður, þar sem maður gæti fyllt inn sjálfur. Er mókin ekki hættur því? Það er bara eitt blað eftir. Það er hægt að prenta þetta út á netinu eða vera bara með svona heimatilbúnar og svo er hægt að vera með, það er sko fyrir fullorðna, það eru drykkjuleikir, þú veist, ef það er vindvél þá tekur maður skot og svona. Þá ertu nú bara dauð fyrir 10 ára. Sumum gerðum. Það getur ekki sungið með mótum. Einmitt og ef það eru, þú veist, dansarir í frökkum og eitthvað svona, það er ýmislegt svona. Mér nefnilega finnst þetta svo fallegt. Ég held þetta væri bara það sem maður gerði með börnunum sínum. Líka, og maður væri sko halda ég horf á stigagjöfina, ég nenni ekki að horfa á hitt, ég horf á stigagjöfina. Já, nei, það má blanda þessu öllu saman, þetta var bara svona eitt stórt fjölskyldupartí. Við erum ekki búið að skemma stigagjöfina, kemur ekki svona í lokin eitthvað svona bara allt í heldur fötu. Alveg hellingu, þetta er alveg. Jú, einmitt, það er hérna dómnefnda. Eina sem maður hægt að horfa á, það er hún. Bara hérna 10 og 12 stig eitthvað sem eru hitti kemur. Þetta er ennþá En eru spennandi. þið með einhverju svona páska aðeins smá pási í fréttunum sko, því það er alveg nóg eftir að mikilvægum fréttum. Það var stór frétt í páskavikunni þegar Jesú er drepinn. Það er svolítið stór frétt, já. Aðeins gömul kannski, en ekki beinlínis nýr svona. En svo reis hann upp, eða ekki? En eru þið Það er stærri frétt. Ert þú eitthvað með vindvélina að þessu tilefni, þú veist, þegar hann ég sagði það var risið upp. Margir fara að segja hann er sannarlega upprisinn. Já, það þarf ekki að leggja henni alveg. Þetta finnst mér bara mjög fín hugmynd. En nei, engar gríðar fjölbreyttar eða svona skrýtnar páskahöfðir á mín heimili. Það er þetta helst að fela páskaegg og leita vísbendingum. Ég er reyndar alveg mjög einbeitt og sveitt við vísbendingasmíðina alveg í 2 daga fyrir. Má ég spyrja, af því að hún er líka tekin alveg á mínu heimili. Er hún í bundnu máli? Eru vísbendingarnar í bundnu máli? Herðu, já, á miklu leyti, eða í krossgátum eða súdók og alls konar. Það hefur verið ýmislegt. Það eru margir árgangar af eggjum sem ekki ennþá fundist. Já, það er bara einmitt þannig. Já, börn grátandi alla hátíðina. Þetta er eitthvað svona, eitthvað sem er mikið barnið mitt. Ég meina, ég á bara 1 barn og hún er að verða 17 ára, hún er einhvern veginn lætið sér linda. En elskar hann að leika þá? Leika við mig svona páskana. En hún elskar hann að leika þá? Já, hún gerir það. En trúalegt svona, er ekkert svona engin andakt svona? Þetta er skemmtilegt að við páskana kemur alltaf fréttir að því á föstudaginn langa. Það er eitthvað fólk sem er rosalega reitt yfir því að mikið spila á föstudaginn langa og hefur verið með bingo á Austurvelli. Mér finnst þetta trúaleg aðdögn og skemmtileg. Já, það er einmitt þetta páskabingo. Er það uppreisnar armur? Já, það er landtrú og félagar eru þannig að mótmæla því að ég kúa mann til þess að mikið spila bingo þennan dag. Já, alveg rétt, þetta var Austurvelli. Já. Ég held að þetta sé ennþá hverju ári alveg. Fram í kirkju á föstudaginn langa. Þeir sem eru að skokka hefur að hægja á sér með að fara í það og föstudaginn langa. Og svo fréttina frá Filippseyjum þegar það verið að menna það krossastar. Ég ætlaði einmitt að minnast á það. Það er svona eitthvað sem ég kíkja alltaf á. Páskumar ágætishefð. Ágætis ekki, ég veit ekki, hún er alltaf viðbjóðsleg, en það er... Byrjuði það er svo sjálfsmorð eða þannig? Nei, þeir degi ekki, en þeir eru settir á kross. Kennir þeim auðmygt. Vantarlega ekki neldir. Og þetta er alltaf sýnt í fréttunum. Jú, þeir eru neldir. Já, en það er bannað nú orðið að sýna þessar fréttamyndir. Þau ákveðu fyrir nokkrum árum að þetta bara gengi ekki. Og þetta var líka talið íta undir einhverja svona vafasama hegðun, þannig að ég held þessu að hætti þessu. En varðandi föstudaginn langa, þetta var náttúrulega ég veit ekki hvernig ykkur leið þegar þið voru börn. En þetta var langlengsti og leiðilegasti dagur ársins hjá mér þegar ég var í sveitinni, mjög á sveitinni sem krakki
og Þórarinn Eldjárn gerði lengd þessa dags og leiðindum mjög góð skil í einni af smásögum hans fyrir mörgum árum. En það mátti gjörsamlega ekki neitt og það var einmitt bannað að spila á spil. Sú trú var á mínu heimili að þetta var held í 1 og 2 dögum ársins sem maður mátti ekki spila á spil. Og þá var basically ekkert annað að gera en að finna einhverjar hundleiðilegar bækur og vera einn upp í herbergi. Valdur þá frekar leiðilega bækur? Nei, minna þú veist, bara dagurinn var svo þungur og strembinn að jafnvel skemmtilegar bækur urðu leiðilegar í höndunum á manni. Þannig ég var alltaf bara hræddur við þennan dag sem barn. Ég man eftir þessum leiðindum en svo kom Dominos pizza og þá var hægt að panta Dominos á föstudaginn langa og þetta var svona opnaðist einhver svona heimur og við krakkarnir í hverfinu söfnuðum svona saman og baku sjoppuna í hverfinu og við pöntum Dominos þangað og við borðum Dominos svona úti föstudaginn langa og svona skyrptum á gangstéttina. En voru þið þá að brjótast undan einhverju leiðindum bara? Nei, ég meina einhverjum bönnum. Ég man bara ekki eftir að því að ég og Sigurjón við ólumst upp á sama heimili og þar mátti ekki spila föstudaginn langa og ekki heldur fara út í fótbolta. En svo þegar við vorum fluttir inn í Vogahverfi, þá hefur Siggi verið orðin 14 ára eitthvað. Og þá fórum við í fótbolta og var þeir sem að muna eftir Vogahverfinu, það var fótboltavöllur við hliðina á Vogaskóla og það voru svona grindverk í kring sem voru svona græn, sem var svona alltaf ekki plasthúðaður svona vírnett. Þetta var oft í kringu svona leikskóla og efst uppi þá koma svona endar vírnettið það er búið að klippa hérna, þannig að það standa broddar upp og einhver líklega Siggi sparkar yfir hittir ekki. Einu sem dreif. Og hann fyrir að sækja boltan og rífur sig með að fara yfir grindverkið þannig að það verður saumspretta á húðina á honum á lærinu. Mikið sár. Og þá hugsaði maður náttúrulega kannski hafði mamma rétt fyrir sér að við ættum ekki að vera að leika úti á föstudaginn langa. Við vorum mjög miklu vandræðum þarna, blæddi svo mikið. Það blæddi alveg rillilega. Og urðu þið þá svo kallar guðhræddir eftir þetta? Nei, við þurftum bara að bjarga manninu. Hann er fyrst að velta þessu upp núna hvort þetta er bara föstudaginn langa. Þetta var að föstudaginn langa? Nei, þetta var svona bara slís bara, óhefni. Svona hjátrú þetta. Þetta var meira þegar ég var að koma tilbaka, þetta er ekki þegar ég var að sækja boltan. En hjá þér, Árni? Ég man ekki eftir neinum bönnum en ég man eftir ég var kannski bara svona leiðilegt barn. Mér fannst svo gaman að syngja og spila þessa svona leiðinlegu eða svona sorglegu sálma sem maður skammaði sín svolítið fyrir að þegar ég var ein heima þá spilaði ég á píanóið svona þessa dramatík og jarðarfara sálmana og var ofta svona velja mér fallegasta jarðarfarasálminn og þarna fannst mér eiginlega svona föstudaginn langa þá hefur maður svona afsökun fyrir bara að koma út úr skápnum með það að vera bara langa bara til að spila jarðarfarasálma. Þú átt að skrifa litla barnabóku barnið sem var svo leiðilegt að föstudaginn langi var eiginlega hennar dag. Það er smá svona eins og Addams Family voru svona Wednesday Addams svona fílingur. Bann á föstudaginn langa að ég fór 10 vetrarvertíðar og þá var það þannig, það var langbest að við getum dregið hvernig í næsta dag. Það var langbest að draga nætur gamla draga netin þá. Já. En svo á föstudaginn langa, þá máttum við ekki róa og ekki heldur á páskadag. Og þá máttum við bara róa á laugardeginum að það var eiginlega alveg sama hvernig veður var á laugardeginum, við urðum að fara út. Og alveg svo kolvillustöður, kannski bara blanka loknum föstudaginn langa. Svo spáði bara stormi og við erum bara að bíða og fara út í storminum og manni fannst þetta alveg ótrúlega tilringar. Hverju máttum við ekki róa bara þegar við vildum þetta. En það er líka af því að þetta skapað hættu. Hugsaðu þá hvernig fólkinu þarna með bingo í líður. Já, hugsaðu. Þetta er svolítið kredda fyrst manni. Ég man ekki eftir, en ég man eftir að hafa verið út af brót þegar ég var að vinna þar. Þá var svona ákveðið að gera uppreisn gegn þessu að mætti ekki spila tónlist til dæmis og allt starfsfólki, svona eins og við núna, allt starfsfólki kom saman á föstudaginn langa. Já, nei, það er nú ekki föstudaginn langi núna, en við erum á föstudaginum fyrir föstudaginn langa, ekki? Já, og hann heitir þetta ekki neitt, Nei. En við komum allavega saman á sunnudaginn. Já, og við spiluðum svona saman, þú veist, og það var svona endað í rosalegu rocki eða þannig, þú veist, átt að vera mjög allir voru að reyna að vera með svona guðlast svo bara
Vissu það allir að þú veist, Guði var alveg sama þessa spilamennsku, sko? Út af brot. Já, og bara... En það ekki svo langt síðan að páskaþáttur Spaugstofunnar, að þeir voru kærðir fyrir guðlast og ég held að það hafi verið opinber rannsókn og 57 rannsóknarlögreglan hafi verið með á alla í... Já, þeir höfðu... Voru ekki dæmdir? Tók hann Kristján þú svo lengi að yfir eru það alla. Það var pornodokk. Og Rónana tvo. Já, og blindumæður fær sín. Svo þeir höfðu stöðu grunaðar, sko. Þetta var bara alvöru lögreglurannsókn. En þau líka ekki svolítið tvískinningssáttur í okkar samfélagi ef að þetta er einhver svona bönn ennþá í gangi og svo með að krakkar ekki eins og ef þetta er okkar þjóðkirkju með ekki fara á mjólin og sjá jötuna í kirkjunum eða taka þátt í jólastund. Þetta er furðulegt þá að ef að bönn eiga að taka föstudaginn langa þá eitthvað hátíðlegan. Ég held að það sé allt Bara búið. þekki það ekki, Já, sko, ég held hvort að það sé lifir hægt. eitthvað eftir á Já. þessu. Ég held að það sé allt búið. Það er svo langt síðan ég var með lítið barn í skólakerfi á Maður fer náttúrulega alltaf sjaldan í kirkju, sko, til þess að geta lagt mat á það hvað er breyst þar. Ég fór enda fyrir 2 árum í kaþólska kirkju páska, þá var ég í London fyrir 2 árum. Og það var mjög áhugavert að þetta var svona kraftmikil kaþólsk messa og ég var að koma til þess að skrá niður siði og yrðingar af því að ég var þá að skrifa bók dauðan og ég vildi fá að vita hvernig kaþólska kirkjan í London við svona serimóníu væri að umgangast trúna og líf og dauða og frelsaran og allt þetta stöf nema það að ég skrifa og sita einhvers staðar og þeir fara að horfa á mig prestarnir og sjá að ég er ekki komin trúalegum hvötum og það næsta sem ég veit er að gaurinn sem kemur með svona skvettir svona vígðu vatni hann kemur bara alveg upp á mér og hann tæmir bara úr öðrum öðrum kútnum þannig að ég sit eftir bara rennandi blautur auðvitað eini aðkomumaðurinn í þessari kirkju sem var ekki þarna af helgum hvötum og var refsað svona svakalega Virkaði það? Já, breyti engu en þetta var greinilega eitthvað persónulegt sko. Hann var að segja ekki koma hingað bara sem eitthvað blaðamaður og bara nótir á okkur þú ert að sýna okkur virðingu sko. Lét mig hafa það Við erum ekki dýr í dýragarði til að skoða En ef við að fara að halda aðeins áfram með fréttirnar því að það var umræða í vikunni tollamál Trumps og síðan voru þær sko fregnir dregnar tilbaka. Heimsendi frestað. Frestað. Já. Frestað í 90 daga ekki. Já, bara var að frestað bara. Já. Það er alltaf líklega hugmyndi svo að það verði gerðir einhver samningar á tímabilinu. Já. En ef við að tala þessa frétt eða að vinda okkur yfir í aðra fréttir? Erum við búin að fá svolítið leið á Trump kannski? Hann er í öllum þáttum maður. Já, kannski bara sniðgangan bara aðeins. Við vorum að horfa á þetta daginn og þá sagði konan mín alltaf hver allir farða? Það við pælt í því. Hver málar hann svona í framann? Það er ekki bara með svona spraybrús eða? Ég veit ekki. Nei, sniðgöngum. Hvað er að ræða? Bara í tilefnum páska. Muni eftir einhverju skemmtlegri frétt eða leðanlegri? Úr vikunni? Frá vikunni. Nei. Það er þessi vókumræða tengist svolítið. Ég ætlaði nú brekka Þetta verið bannað. Ég passaði á því að segja ekki nei. Það tengist svona, þetta er trúarleg umræða að mörgu leyti. Já. Hvað? Vókið, snýst hvort að samkennd og fyrirgefningu og alls konar hlutir sko. Ég viss að þetta áttur að rata inn í ræður prestana hátíðarnar. Það er margir búin að nefna sko Jesú Krist sjálfan í tengslum við vókið sko. Þannig að þetta Ég að honum hafi verið slaufað á krossinum og vókránið og þess vegna erum við dæmd hinn til að lifa. Já, það er ýmsir svona trúartónar í þessu sko, bæði í antivókismanum, ekki síður í antivókismanum og svo í vókismanum. Við ættum eiginlega að fá guðfræðinga til þess að taka upp þessu umræðu. Já. Hún er einhvers þar á því svona svæði sko. Já. Svo fæddist nýtt hugtak við þetta borð, vókrán. Já. Brynjar Karl, talaði vókrán. Vókrán. Hvað er það? Hann vildi meina það að Jesú væri upphaflega Brynjar Karl Köruboltafræðingur. Jesú hefði verið sko bara upphafsmaður vóksins.
Og líklega Búdda þá líka dett mér að því náttúrulega Búdda þýðir að vera vakandi, þannig að þessir svona spekingar og síðan hafi hans hugmyndafræði eða hans svona hugsjón verið stólið af, hverjum var það aftur stólið? Hverju stáluði aftur? Bara held í kapitalistarnir og svona ýmsir sem að raunverulega nota þetta þá sko og þykjast vera vók en eru ekki vók og það séu raunverulega þeir sem að ég er búin að tala um þetta svolítið mikið í vikunni ég hef átt rosalega erfitt með þessu umræðu sko því að náttúrulega hugtakið er náttúrulega stólið upphaflega af svörtu fólki í Bandaríkjunum og er úr þeirra réttindabaráttu og þú veist ég náttúrulega hef þekkt, nú er ég náttúrulega hip-hop haus eins og þið vitið öll núna en þú veist ég náttúrulega hef þekkt þetta hugtak úr til dæmis hip-hop menningu í einhverja áratugi sko og þannig að þú veist þetta þýðir náttúrulega bara að vera vakandi, vera á verði vera meðvitaður svona hvað beinist gegn þér í samfélaginu og þú veist náttúrulega með það markmið að forðast það þannig þú veist mér finnst til dæmis rosalega fyndið þegar fólk segist vera sko ekki vók þú veist að því að það eiginlega bara þýðir að þú sért sofandi og eiginlega bara pínu einfaldur sko þannig að sko mér finnst þetta bara umræðan og þú veist af hverju erum við að nota þetta hugtak þetta náttúrulega hægri tók náttúrulega þetta hugtak upphaflega til þess að einfaldlega grafa undan réttindabaráttu svartra og þetta var eiginlega þetta var fór á flug svolítið í kringum Black Lives Matter hreyfinguna þar sem að það var þarna svona millumerki stay woke og það var náttúrulega til þess að mótmælendur gætu svona látið orði ganga sín á milli þú veist hvað þú veist hvar var hættulegt að vera hvar þú veist var verið að ráðast á mótmælendur og svo framvegis og hægrið eiginlega bara svona stala þessu í framhaldi af því og fór að tala um þetta í samhengi við einhverja svona þú veist, einhverja hugmyndafræði og þú veist, þetta er náttúrulega engin hugmyndafræði þetta er bara, þetta er það sem hugtakið þýðir þannig að sko ég hef alltaf mjög erfitt með sko notkunnina af hverju notum við ekki bara, mér heyrist sko fólk vera að tala um einhvers konar pólitískan réttrúnað þú veist, þannig að ég veit það ekki alveg sko, þú veist, hvað er fólk að tala? Já, sem menn að snúast gegn, sko, Í vókránið held ég hafi verið að, þú veist, að kannski þau öfl sem eru síðan ekkit róttæk eða eru ekkit kannski vakandi beinlínis en eru að skreita sig með Já, og það er náttúrulega þessi svona, það sem er kallað dyggðaskreiting. Já, dyggðaskreiting, já, sem kemur aftur í kristina. Já, akkurat, en ég meina, þú veist, augljóslega Jesú var vók og allt það, ég tek alveg undir það með Brynjari Karli, sko. En já, þetta er bara, þú veist, ég bara get ekki þetta hugtak í þessu samhengi sem það er notað. Sko. En hann var eiginlega að segja vegna þess að hann hefði skrifað sko færslu þar sem hann var að heillaðist og hreyfst af orðum Sólveigar Önnu að hún væri á móti vókinu og svo kemur hann í þátt til okkar Björns og segist vera vók og þá var hann einhvern veginn að útskýra það sko, hann var raunverulega á móti sko, hann taldi að hún væri á móti þessu vóki sem hefði verið stólið, skilji, þessu brenglaða vóki einhvern veginn. Það var pólitískum réttrúnaði sem sagt. Þannig að ég skil alveg, já, þannig að þú veist, hann er í raun að vera að skilja hugtakið rétt, þó hann sé kannski með samhengið aðeins Svo þetta mann líka bara í huga í þessu sambandi svona skilgreiningar östli, sko, þegar orð hætta að hafa merkingu og við förum að rífast hvað þýðir, sko, þá erum við náttúrulega komin miklu nær heimi Trump heldur en áður, sko. Þannig að ég tek það svolítið líka út úr þessu, að það var einhver sáttmáli fyrir einhverjum x árum, þar sem við skildum hlutina eins og svo koma einhverjir gæjar, sko, sem að sáldra endalaust í ríki og síðir þá veit enginn hvað orðin þýða og í merkingarleysunni þá er hægt að komast upp með allt. Hann er svolítið með svona pólitíska rétthugsun. Það við fréttir af því núna í vikunni að sendiráði er með svona og senda út að þeir geta ekki átt í viðskiptum við fyrirtæki ef þeir eru með svona inngildinga áætlanir eða líklega jafnlaunavottun eða neitt sem að tengist þessu. Þá bara getur ekki
áttu viðskipti við opinbera stofnun í Bandaríkjunum? Þetta nefnilega, ég las þetta einmitt eftir að ég talaði Vóki þrisvar í þessari viku og í þriðaskipti við Örnu Magneu Dangs sem er svona okkar transfréttaritari hérna við Rauðaborðið og hún mér varst mjög gott að heyra í henni út frá svona ákveð minniluta hugsun hvernig hún segir bara að jafnvel þótt að hafi orðið eitthvað vókræn og jafnvel þótt að sé einhvers konar brenglun á því þá verður maður bara samt að gangast einhvern veginn við að taka bara og segjast vera vók eða svoleiðis eins og hún myndist á líka eftir þáttinn á bleika þríhyrningin sem hefur verið gerður að sem nasistar merktu hinsegin fólk með og sem síðan var gerður að þeirra einkennismerki og fleiri svoleiðismerki sko, orðalag og hún taldi að eiginlega vók yrði svolítið þannig sko, að væri búið að reyna að nota þessi skammaryrði en það yrði bara samt sem áður að ekki að og síðan kemur bara sé ég þessa frétt að fyrirtæki sem eru vók fá ekki að starfa í Bandaríkjunum þannig að þetta er ekki bara eitthvað þetta er ekki bara á einhverju svona menningar Ég skil ekki alveg hvernig fyrirtæki geta verið vók. Nei, þannig við talum við þennan kapitalismin og hérna. Það er bara gervigreind sem að les heimasíðunar og ef það er eitthvað svona orð eins og inngilding, þá færði ekki í viðskipti. Já, en það er svolítið erfitt á Íslandi þar sem að við erum með bara lögbundið jafnlaunavottun og hérna svona hérna ýmsu inngildingu og öllum sviðum einhvern veginn. Þannig að ameríska sendiráðið á eftir að eiga í talsverðum vandræðum með að framfylgja þessum gröfum. Getur ekki hér snittur. Þetta er spennandi það sko, því að viðskiptahagsmunir hafa mjög oft trompa prinsip og það verður mjög forvitnilegt að fylgjast með þessum anga málsins. En er ekki líka þá hvað stjórnendur fyrirtækis segja og hugsa og það er ekki endilega fyrirtæki sjálf, það getur vel verið bara. Já, nú er lag fyrir kapitalistana að vera með að auglýsa hérna andivók, hérna svona eitthvað svona þjónustu, mat og verpi sofandi. Já, hvað svona, þú veist. Tengist þennan handboltafréttinni sem vorum að ræða áðan að Rapid, það er eigandinn þar sem hefur tjáð sig. Einmitt. Og það er svona haldaður fyrir merkið. Þannig að þetta er margflókin heimur sem við lifum í, sko. Þannig er það. En haldið þið að fólk sé að vera leitt á að ef maður fer í heita pottinu og sé vók, verða þá allir bara upp úr? Já, ég myndi gera það, sko. Ég hef reynt að halda mig bara svolítið frá þessu samtali. Þetta er einhvern veginn, að ég veit ekki, þetta er svona eitt af þessum svona, þetta er svona menningarstríð einhvern veginn, þetta er svona innri átök sem er bara svona heilt á litið skipta bara voðalega litlu máli í mínum augum. Þetta er, þú veist, rifrildur titlingaskít þegar það er bara þjóðumorð og þú veist, eitthvað skonar arðrán og þú veist, heimurinn að farast og við erum eitthvað, þú veist, og við erum tilfinningaskítur þegar það verið samt að, þú veist, mismunna fólki virkilega á. En við erum samt bara að rífast orðið, sko. Þú veist, ég held að við séum nú flest sammála það að við viljum mannréttindi og frið og jörð. Ég held að þetta sé nefnilega miklu Jú, það er alveg rétt, en ég held að þetta einmitt sé þetta. Ég tók að hannig, sko. Já, en þetta samtala einhvern veginn. Nei. Stundu verður umræðu mál bara fyrir einhverja blindgötu. Ég man að það var Eiríkur Jónsson, ég veit ekki hvort ég vitni í hann átti einu svona mjög góða setningu. Hann sagði þeir sem vilja ræða ISF á mínu heimili verða að gera út á svölum. Þannig að kannski ég er að segja það við vókið. Ef þú vilt ræða vók, gera út á svölum. Já, ég ætla ekki, það verður fín regla. Þú spurður heitupotana, sko, ég er svo heppinn, ég fer í sund okkur einasti og vókið var rætt í heitupotanum í Vesturbæjarlaug mánudag og þriðjudag, aðeins fram á miðvikudag. Ekkert í gær. Heitupottarnir eru svo fljótir að afgreiða hlutina. Sko. Já. Ég veit greinilega bara á föstudagi langa að spila orgel í þetta jarðarfarasálmana og svona hugsa vók. Því mér finnst þetta ennþá vera spennandi umræða, ég verð að viðurkenna það. En mér finnst þetta einhvern veginn eins og þetta sé ekki bara svona bara eitthvað hugtak sem að skiptir raunverulega engu máli hvernig við skilgreinum. Mér finnst þetta vera notað sem vopn á báða bóa einhvern veginn, sko. Það er, við lifum tíma sem að sko samfélagið okkar er í sko siðferðislegri sko mega klemmu með alla hluti.
Það er ekki eins og þú veist að sé einhvern veginn alveg ljóst hvernig allt er að vera hérna. Og það er eðlilegt að við séum bara að ræða okkur einhvern veginn saman það. Það er í alls konar hlutum. Kannski er ég bara svona átakafælin. Ástulófamálið fólkið þeir svona í rosalega sveiflu heitibótunum og víða. Af því að það hefur svona element sem að svona einhver mál sem að við höfum raunverulega ekki tekist á sem samfélag, sko. En þetta náttúrulega hefur svolítið með það að gera ekki hvernig við dæmum, hvernig við komumst að þeirri niðurstöðu einhver sé rétt dræpur sem tengist nú líka páskunum og Jesú Kristi og krossinum. Þú veist þessi þannig að hann sé rétt dræpur, hafi upphaflega verið dæmdur þannig og svo þetta var nú mjög svona létt. Heyrðu, það er eitt þetta sem að mig langar til þess að ræða og það er skýrsla ríkislögreglustjóra hryðjuverkaógn á Íslandi. Og hún er einmitt, hún er ekki talin stafa af þessum hópum sem að er yfirleitt verið að spyrna saman við hryðjuverk. Það er brúnu fólki og múslimum, heldur hvítum, kristnum og hægri sinnugum körlum og við sem komin hann upp á svona ákveði áhættustig vegna þess að þessum hópi stafar hreinlega mikil hætta og að þeir fari einmitt að ráðast gegn transfólki, hinsegin fólki og svo múslimum og brúnu fólki. Þetta þykir mér mjög áhugavert. Þetta bók tengist hatursorðræðu. Það er ákveði leyfi gefið fyrir hatursorðræðu sem ennáttúrulega getur haft svo miklar svona snjóbolta áhrif afleiðingar eins og þú ert að segja þetta er alveg stórmerkileg skýrsla og eru einhver fréttir af þessi skýrslu mikið? Herðu, jú, það voru reynda fyrirsagnirnar voru eitthvað, þú veist eiginlega allar í þá átt að mesta ógnin stafaði af múslimum þó að það kemur mjög skýrt fram í skýrslunni svo var ekki sem var mjög áhugavert en það er svona, maður hugsa með sér svona ok, það eru ákveðin öfl eins og þú segir sem eru að kynda undir kannski einhvers konar óöld en það er ekki í skýrslunni, kemur ekki fram að það séu helst múslimar en fréttin fyrirsagnirnar voru svolítið á þá leið sko, að hér hafa fundist menn með tengslur hryðjuverkasamtök og eitthvað svona nú er ég til dæmis með réttarstöðu grunnar fyrir með tengslur hryðjuverkasamtök og ekki er ég múslimi eða brún en þú ert stór hættuleg. Já, látið það kannski kemur til hluta. En mikið eftir að það ekki. En eins og ég segi, þá er þetta áhugavert samtala því að það er augljóslega, og ég veit að þú talar adolescence í vikunni. Þetta er líka fletta svolítið inn í það. Það er þessi karlareiði, þetta entitlement og það er eitthvað svona, ég veit ekki, það er eitthvað svona vanlíðan í ungum körlum. Nú er reynt að grípa svolítið svona og ná utan af það hér við þetta borð. Ég er ekki vanlega líka bara í eldri körlum. Við erum búin að horfa hvert einasta víu okkar til ykkar. Það kemur að æðstu stöðum samfélagsins. Við erum bara fantaskapin eftir. Já. Ekkert ekki þetta samt persónulega. Ég átti ekkert að þessu víum, sko. Fórsetarbættið, hvað var meira þessu? Ekki margir komið að máli við þig. Rektor háskólans. Það er hægt að horfa líka á Krist á krossinum svona sem þá raunverulega þetta píslavætti feðraveldisins. Það er þetta þeir sem upplifa sig að þeir séu bara það séu bara nokkrar eftir sem á eftir að krossfesta. Já, mér líður bara fínt með þetta. Eftir 50, nei ekki 50, eftir 10-20 ár þá vitum við aðeins meira. Já, vonandi. Hvað? Bara stöðu kynjana. Bara núna, þetta er bara frábært að það er að gera. Já, það var rosa fínt að geta spólað áfram stundum. Það er svona, mér finnst við verið föst í svona svolítið leiðilegri dæld þess dana. Það er svona svolítið Í samræðunni? Já. Kynin? Já, og ekki bara kynin, þetta er bara einhvern veginn, þú veist, það er einhvern veginn allt í hrærigrauti. Ég held að margt til þessu sem þú segir Bjössi með upplýsingóreiðuna, sko. Þú veist, við erum einhvern veginn farin í endurskilgreiningu á okkur hlutum sem að við vissum alveg öll hvað þýddu fyrir nokkrum ára síðan og þú veist, þetta er einhvern veginn, og sko, hljóma ég eins og ég sem áhlatt, sem á svo sem vel veri, en það er svona eins og það sé ykkur öfl að reyna að hræra í okkur og etja okkur saman. Svona þegar maður ættir kannski að vera svona standa saman og gegn þá þessum ákveðnu öflum. En nú erum við að fara í páskafrí og hvernig sjáðu fyrir ykkur að mun eitthvað breytast þannig að þegar við komum aftur eftir páska þá þú veist, þá komið þessi vorvertíð í samræðunni verið dálítið svona á léttunótunum eða ennþá róttækari? Þá verður bara meiri harka í þinginu til dæmis. Þingið er komið í páskafrí og ég held að þá er svo stutt til vorsins, sko, þannig að
ég held að verið mikil átök. Það voru brjálækir á Það getur ekki mókanum. á orði, sko, það er bara reynsla segir okkur það, sko. Það er alls hvort að karlar og konur þar, sko, það verður það mikil átök. Mikil átök veiðigjöldin. Já. Ég var að lesa það einhver staðar í dag að Þorsteinn Már segir að þessar breytinga fyrir veiðigjöldunum séu einhverjum og sér í lagi til að koma einhverju höggi á Samherja. Já. Þannig upplifir Mikli menn eru við Magnús mín, sko. Þannig upplifir svolítið eins og sé verið að fara að krossast hann. Já, ég ætlaði að segja En það. mér fannst svolítið áhugavert að heyra hann hérna Óla Harðar í gær við Rauðaborðið og það hefur farið nokkuð víða bara sem fréttamál í dag. Ég er ekkert viss að við höfum öll vitað það hér að það er til ákvæði sem hægt er að virkja gegn málþófi. Já. Og hérna það, og sko að því þú vorst að tala um hitan á Alþingi, að hérna það er alveg ljóst að það er öll umræða stopp. Sigurjón Þórðarsson sagði hérna, þingmaður Flokks fólksins sagði í fyrradag að bara eftir veiðigjalda frumvarpið þá er allt stopp. Þeir ætla ekki að hleypa neinu í gegn. Út af tæknilegum ástæðum, alls konar rugli, sko. Akkurat. Áslaug Arna sagði, you ain't seen nothing yet. Akkurat, þeir ætla að leggjast í brjálamálþóf. Þið haldið að þetta sé málþóf. Það er til ákvæði sem hægt er að virkja og þá er bara venjulega atkvæðagreiðsla í þinginu og þá bara málþóf niður, höldum áfram með dagskrá. Þetta, ég er ekki viss að margir Það er ekki vita þetta, það er þriði orkupakkin, það er einmitt. lansu heilu sögubækuna. En hann ræddi þetta í löngu máli í gær og sko, ég hef heyrt frá þingmönnum stjórnar meiri hlutans í dag sem að þeir eru að hérna byrja, hvar kom þetta fram og þannig að þingmenn eru núna að lesa sér til þetta ákvæði. Þannig að það skildi þú aldrei vera nema því ég er ekki bara. Þetta hefur stundum verið nefnt og yfirleitt þá kemur eitthvað svona umræða. Ef að við notum þetta á stjórnarandstöðuna núna, þá verður þetta náttúrulega notað á okkur. Þannig að þetta er svona, ég veit ekki hvað þetta kallað svona, að ef þú gerir þetta einu sinni. Þegjandi samkomulag. Því ekki að sverð. Því að þetta verður stjórnarandstöðan að fá eitthvað svona tjáningar. Við getum ekki haft hérna bara sjálfsagræstu stofnun Alþingis bara. Nei, smárið samt sem áður, sko, eins og ég nefndi þarna með orkupakkan, sko. Þetta var alveg þessu heilu næturnar skiptist þér á að koma 240 klukkutímar ef mann rétt. Já, og ég man ekki hvað það fjandast bókan. Karl Gauti var alltaf að lesa upp úr eitthvað sögu dráttarbraut á Íslandi eða eitthvað, sko. Hann fór í gegn og síðan hefur verið markaðsvæðing í raforkusölu og raforkuverð hefur hækkað, þannig að kannski hefði hérna Betur hlustað? Já, hlustað á það og stoppað þetta. En ein ástæða þess að við erum með minnihluta sem að hérna þarf að grípa til þessara örþrifaráða, ef við getum orðað það þannig, er bara hvað lýðræðið er bjagað innan Alþingis. Það er bara meiri hlutan á hverjum tíma ræður öllu og minni hlutin ræður eiginlega engu. Og ef það væri, sko, ef við værum að virkja þingið betur, bæði minni hluta og meiri hluta, þá værum við ekki alltaf í þessum átökum. Og hérna, og umræðan er alveg óbóðslega plebbaleg. Hún er óbóðslega plebbaleg og vond, pólariseruð og sko höfðar ekki til hérna skynsemi landsmanna. Við erum í rauninni sko hluti Alþingi Íslendinga og hefðirnar þar eru hluti af þessum vanda. Við þurfum ekki alltaf að tala um Trump. En hvernig finnst ykkur vera svona almennur vilji bara almennings að koma og ræða málin eins og núna? Ég til dæmis fekk í morgun og í gær bara svona beiðni að koma þetta Rauðaborðinu og ræða ákveðin mál og mér fannst eitthvað svo skemmtilegt og maður finnur að þetta er svona, fólk er svo tilbúið að koma, annarkvort bara sem einstaklingar eða í hópum. Við erum færst ofar, sko, allra síðustu vikur. Það er svona auðveldar að fá fólk minna fyrir í haft og mikið í okkur vitnaði í öðrum fjölmiðlum. Meira og meira. Þannig að þetta er svona, við erum sjálfsagðir en við vorum. Er það gott? Já, það veit það ekki alveg. Það er einhver svona, einhver launhelgi er rofin. Ég skal bara viðurkenna það þegar ég tók þá stóru ákvörðun að fara að vinna hérna, þú veist, eitthvað til vinstri, sama brennimerkingun og hefur alltaf fyllt öllum á Íslandi, en hérna ef eitthvað hefur verið til vinstri þá ertu bara hundelt og skotinn og brennimert og þeir sem eru til vinstri, þeir eru alltaf umdildir, það er ekki því. Það er enginn til hægri umdildir. Nei, nákvæmlega. Það er aldrei gerst. Ég held að hann er svolítið ekki svona umdildur. Nei, nákvæmlega. En sem sagt, mér fannst fólk svolítið vandræðalegt bara fyrir ári þegar ég var að byrja að vinna hérna. Fólk er ekki lengur neitt vandræðalegt. Aðri fjölmiðlar eru hættir að líta þannig á þeir séu að taka einhvern séns með því að vitna í samstöðina. Samstöðin er bara hægt og rólega að verða stofnun
og bara stolti marktæk fjölmiðlastofnun og ég tek undir þetta sem þið segið með fólkið að það er ótrúlega viljugt þýðið í kringum hann að koma í þættina og það er ekkert skemmtilegra en þegar fólk hefur sjálft samband eins og einn gerði liðurinn óþekkti þingmaðurinn að það var einn þingmaður fyrirfram sem að vildi fá að koma inn í það en þá verður maður líka að passa sig að þetta má náttúrulega ekki bara vera eitthvað pop og kó ekki eins og þetta viðtalið forsætisráðherra gamla tengdamömmur en samstöðin er róttækur fjölmiðill og það er eitthvað sem við þurfum kannski alltaf að muna. Og hendur ágætlega þessu tíma, ég held að við séum náttúrulega mikla breytingar á alþjóðavettvangi, bæði í alþjóðaviðskiptum og öryggismálum og það er líka mikil straumkörf innanlands, bara það að sé komið ríkisstjórn þar sem er ekki sjálfstæðisflokkurinn og ekki í borginni og þannig það opnar svona ákveðin tækifæri þannig ég held að sé bara mikil vilji hjá þjóðinni og líka eins og mér finnst eins og með vókumræðan og það er eitthvað við hana sem að fyrir tökunar á fólki en þá held ég hún sé eiginlega svona vísbendingum að fólk vill við verðum einhvern veginn að tala saman það hvernig við ætlum að hafa svona almenna siðareglur í þessu samfélagi og þannig ég held að sé bara mikil vilji hjá fólki til þess að koma og ræða málin Við sem erum að stýra þáttunum Við getum ekki alltaf verið eitthvað mikið róttækar heldur en viðmælendum okkar. Við förum svolítið niður á plan viðmælendans. Og spurjum hann úr annari átt heldur en hann kemur. Já, ég veit það, en við erum ekkert við erum samt bundin af viðmælendunum. Gert hann bara einhverjum byltingar sinna, bara hann það alls ekki. Ég var bara, vá, akkur ekki. Ég var að tala við Indriða H. Þorláksson, fyrirverandi skattstjóra. Skattamál og ég þurfti að rifja upp öll rök hægri manna að skattar var ógeð til þess að fá svörin hans á móti af því að maður færi ekkert út við maður maður segir bara alltaf já einmitt það kemur ekki mikið Ferði inn á plan óvinnarins líka eða andmælandi maður að reyna bara að heyra hvernig rökstuður mál þitt Hvað ætli komið margir viðmælendur einn í viku það er bara eitthvað lífandi sklás. Það getur verið 50 manns þegar mest er. Ég held að við sem að nálgast 1000 þætti af Rauðaborðinu. Ég held það. Ég var einmitt að velta því fyrir mér, ert þú ekki til í að segja það á einni mínútu, af hverju þú hófst þetta dæmi og hvað er langt síðan? Það var eitthvað þetta leyti, það var kannski aðeins fyrra árinu. Þetta var, COVID var að koma, ég held að það hef ekki verið búið að finna fyrsta smiti innanlands, eða ekki þá svona mars 2020. Ég kom með fyrirgefið, í skúrin heima í Boga. Það var nágranna Boga. Já, nágranna Boga, já. Og þá, viðtal sem ég tók, það var við Sönnu Madalínu. Ég hafði aldrei séð hana fyrir en þar... Þá var þetta eitthvað að byrja í þá áttina. Við höfðum gert smá tilraunir í kosningabaráttunum 2018 og svo var þetta svona hugmyndum að reyna að gera þetta og ég Hljóðmaður að tæknimaður? Já, hljóðmaður sem hefur vann mikið í fyrstu árunum, lengi vel. Hann fikk lánaða vinnustofu hjá nágranna sínum og þar fengum við svona smá hot. Þetta var málari, þannig að við höfðum bakgrunn líka, málverkinas. Og þá byrjum við, ég segi þetta elpsitust okkur að því að Bogi átti eitthvað svona pínlítinn mixer og eitthvað þannig að við vorum að byrja. En þá kom COVID, þannig að við gátum ekki fengið gesti. Fyrsti þætturinn var held ég Drífa Snædal og öðrum þætturinn kom Ásgeir Brynjar og hann kom inn í mann eftir að kom inn í stúdíóið með grímu. Ég hafði ekki séð neitt með grímu áður. Og þá var hann komað frá Evrópu með svona hvað COVID var miklu alvarlegra. Ég man að ég viðtalið var að segja frá þessu. Og þá gerðist það að við fórum bara alveg yfir á Zoom og þá var það því að það kom COVID og það getur verið það bara einhver faraldur og veit ekki almennilega hvað það þýðir mun margir deyja og eitthvað svona. Algjört efnahagslegu bara áfall og engin veit hvert það leiðir. Og svo inn í þessu fyrir því vorum að tala um ógæður svo yfir svona alls konar siðferðisleg mál sem að tengdist þessu rétt fólks eða hvort að við getum skylda fólki í sóttkví og þá var til í þessu umræðu á Zoom svona vangaveltu svæði
Það sem við erum að horfa á hluti, það sem ríkjandi óvissa og við þurfum bara að ræða mikið saman Og þar varð svolítið til tótt sem ég held að lifi hérna ennþá, sem að hafi eiginlega verið svona ákveðin gifta fyrir rauðaborðið að hérna, ná að halda og átta sig á að við getum notað þetta miklu víðar sko, einhvern veginn bara gefa fólki langan tíma til þess að sko segja hvað þið raunverulega að hugsa og þannig búum við náttúrulega til samfélag sko. Hérna, ég nenni bara að hlusta á fólk kannið þið gefa þessi svona lyfturæða þannig að maður á að vera með einhverju kynningu sem á að gefa nema 2 mínútur hvað maður vill helst í lífinu hvers konar samfélag heldur að verði til á undum lyfturæðum, það verður bara einhver glórulaus þvæla sko. Já, eða bara kalla fólk til þess að raunverulega gefa einhverju upplýsingar sko, að því við raunverulega við erum að því oft sko, en það er náttúrulega líka þetta bara að það verði til einhver viska í samræðinu sjálfri sko, það er þar og það kannski sérstaklega einmitt á við í svona óvissu þar sem maður finnur að fólk er bara að pæla í sinni skoðun í spjallinu sjálfu sko, en er ekki sérstaklega þannig tímar núna sko. Mér finnst þetta mikilvægt að því að í fréttunum þá var alltaf verið að segja okkur hvað gerðist. En það sem við erum kannski frekar að reyna að segja er að af hverju gerðist það og hvað getur gerst svo. Og það er svona svæði sem að ég meina langmest af því sem þegar ég hitti fólk og er að tala, að þá er ég að tala á því svæði sko. Það sem að maður er að reyna svona bara að átta sig á einhvern veginn lífinu og svona, maður er ekki alltaf bara að spyrja hvað klukkan. Þú veist. Þannig að ég held að... Svo eru svona mismunandi tónar, svo er náttúrulega, María, þú ert búin að vera með svona það var svolítið svona debatt þar sem maður var verið að rífast og svo fórst þú að rífast líka í þætti hjá Birni og svona, það er búin að vera svona svolítið hiti í málum. Sko það er svolítið gott við þennan hóp held ég að við erum ekki öllu leyti eins. Við erum ólík. Blessunarlega. Já, blessunarlega. Hver og einn hefur sinn tón, sinn blæ. En sko að vera róttæk og ögrandi, það er eitthvað sem maður þarf svona alltaf reglulega að minna sig á vegna þess að það er mjög mikið þakklæti þarna úti augljóslega yfir því að við séum að reyna að komast aðeins undir. En sko, ég veit að hérna, þið bræður þið kunnið ekkert í markaðsmálum og ekkert okkar kann neitt í markaðsmálum og við förum alltaf hérna hjá okkur þegar við ætlum að kynna einhvern veginn hérna starfsemi samstöðurinnar. Ég ætla bara, þú veist, má ég aðeins stela 1 mínútu að sko þetta sem að byrjar sem þetta sem þú varst að lýsa Gunnar Smári og hérna, ég var á fundi hérna í gær hjá Alþýðufélaginu sem er sem sagt móðurfélag samstöðurinnar og það var kynnt ný 17 manna stjórn og að þið voru að tala um hennan Boga hljóðmann sem er Reynisson ég ætla bara að lesa upp stjórnina hverjir eru í 17 manna stjórn samstöðurinnar sjá sko hvar við byrjuðum og hvar við erum stöðnuna svo er Einar Már Guðmundsson, rithöfundur hann er í stjórninni, Eyjólfur Guðmundsson verkfræðingur, Gísli Tryggvason lögmaður Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður leyendasamtakana, þú Gunnar Smári, færð að vera í stjórninni áfram. Kristín Helga Gunnarsdóttir, rithöfundur, Kristinn Sigmundsson, óperusöngvari, María Pétursdóttir, myndlistarkona, Ólína Kjerúl Þorvaradóttir, prófessor, Sanna Magdalena Mörtudóttir, forsti borgarstjórnar, Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, Vigdís Grímsdóttir, rithöfundur, Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, upplýsingafulltrúi, Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri, Þorvaldur Gylfason, prófessor og Ævar Kjartansson, útvarpsmaður. Þetta er nú engin smá hópur. Þetta er örgulega flott að þetta útvarpsráð. Started from the bottom, now we're here. Maður ber þetta sama í útvarpsráð einmitt í huganum og þetta er svakalegur hópur og þessi hópur sýnir að mínu mati okkar framtíð. Hann sýnir hvað við getum orðið. Þetta er ekki hópur sem er eitthvað ritstýra eða ritskoða sko. Þetta er svona bara stuðnings, er ekki? Stuðningsmenn í Odda línu. Og ólíkt fólk. Og eina sem við verðum að gera einmitt er að halda okkur við að reyna að fara að rót vandans og hérna gefa sem flestum skoröddum pláss í þeirri viðleitni að sjá þetta róttæka sjónarhorn alltaf. Og það er eilífðarmál. Það er svona að því að svona eitt leiðir af öðru alltaf sko, maður þarf alltaf að vera svona leiðrétta sig svona varðandi viðmælendur og umfjöllunarefni og fleira því að það er ekki hægt að gera alltaf og mér finnst allt í lagi að leyfa hérna mér og bara öllum að þú veist maður fer eitthvað og er að leita að einhverju og svo fer maður eitthvað tilbaka og þannig ég bara nefna þetta
þá sé oft bent á að hérna komi alls konar fólk með alls konar viðhorf og eitthvað svona, þá það ekki innan hverjar viku endilega. Já, en við erum líka, þú segir Björn, við erum ólíka, við erum líka sko sem sagt, við hefum nokkra hliðar eða allavega 2 hliðar hvert sig sko og Laufey nú oft tæknikona og svo er hún líka dagskrárgerðarkona og við svona förum á milli ýmissa hlutverka og ég bað ykkur að koma með nýjasta þáttinn, hip-hop varpið. Já. Það er mjög skemmtilegur þáttur. Virkilega skemmtilegur. En hann er ekki endilega svona, í fljótu bræði myndi maður halda nú, þetta er bara einhver pop þáttur komin hérna en þetta er náttúrulega svona róttækt sjónarhorn í grunninn, er það ekki? Jú, það er einmitt, við höfum fyrsta þáttinn hérna síðasta föstudag og við náttúrulega ræddum svona, ég og Cesara sem er hérna meðstjórnandi minn, þetta er svona hip-hop varpið, heitir þátturinn og er í sýningu á föstudagskvöldum 8:00 hérna og við einmitt svona ræddum það líka svona hvernig bakgrunnurinn til dæmis, við erum bæði alin upp á pólitískum heimilum og hérna vinstri sinnuðum náttúrulega og hérna það var einmitt annað sem ég ströggla við hérna í páskaumræðinni, ég náttúrulega er alin upp á kommunistum og hjaldum alveg páska en þú veist hérna það er svona, það var ekki bannað að spila og eitthvað svo leiðis. Og engin Jesús eða? Öruglega einhver staðar sko, en hérna, já, þetta var svona, já, en þú veist, ekkert eitthvað sem ég man eftir sem að var svona eitthvað strangt eða það var bara svona notalegt að hérna borða saman og svona fjölskyldan, en hérna og hittast, en hérna, já, þessi þáttur er svona meira verið að tala og fókusera á sko menninguna í kringum hérna tónlistina, við reyndar erum líka að svona, já, búa til svona eins og playlista á hérna helstu svona tónlistarveitum, Spotify og hérna Tidal. Við höfum ekki efni á að senda músík að því að kosta sko. Þá getur fólk hlustað á ykkur og farið svo... Spila playlistan með, já, til að svona heyra það sem við erum að tala um. Þannig að þetta er svona hérna millilending. Þannig að hérna, já. En það er einmitt allt svona ýmislegt sem að kemur inn í umræðuna sem er ekkit endilega bara hip-hop. Það er líka, að því að hip-hop er náttúrulega svona blanda af mörgum líka tónlistastefnum. Og hérna, þetta náttúrulega byrjaði í fátækara hverfum þar sem að hérna skólar höfðu verið sviptir öllu fjármagni og hérna krakkar voru bara að spila á það sem að hendi var næst og hérna þar á meðal svona gamla plötuspilara og hérna spila plöturnar öðruvísi heldur en að ætlast það til. Er hann orðin til þessi playlisti? Getur látið okkur vita adressuna þannig að við getum spilað á föstudagi langa kannski? Já, einmitt, það er mjög gott að spila hip-hop á föstudagi langa sko. Hérna, já, það er, við setjum alltaf hérna linkin á playlistana inn á YouTube streymin og hérna, við erum svona ennþá að þróa hvort við getum verið fyrirfram eða hérna eftir á, en það er eftir að fara á YouTube streymið og finna þessa playlista allavega og hérna, já. En ég vann alltaf inn eitt. Það kom hérna póstur í netfangi okkar frá Bylgjunni óska eftir þáttöku okkar í hérna spurningakeppni í fjölmiðlana sem er eitt af þessum furðu fyrirbrigðum sem að tilheyra Páskólanum. Ég gleymdi að nefna þetta. Þannig við erum líklega að fara á sein í það að taka þátt. Við erum hún að sýta þetta og við erum okkar eigin. Já, en hvað ætlaði að gera? Má ég spyrja núna í lok þáttar bara hvað ætlaði að gera Páskóla? Ég er bara þurfum að tala. Páskarnir eru náttúrulega ótrúlega skemmtileg. Þetta er svo mikil saga sem er þarna, alveg sama hvað hérna, fólk er heitt trúað. Það er náttúrulega pálmarsöndagur þar sem að Jesú kemur í bæinn sem er eins og bara í vestra bíómynd. Svo er hérna skírdagur sem er náttúrulega hérna síðasta kvöldmáltíðin og svikin og hérna Júdas mætir og svo fer hann út í Getsemani og biður á að vaka með sér og þetta er mjög þekkt saga. Já, fer svo bara eitthvað í burtu og kemur tilbaka og hvað, ég var ekki að biðja ykkur að vaka með mér og jú, þú fórst bara eitthvað og þeir sofna aftur og svo er hann handtekinn og svona krossvestur. Fólki boðið upp á hvort viljiði Jesú eða Barabbas, segja sumir. Og fyrst bara skoðanakurinn og fólk velur Barabbas, hann leifi sko. Og svo hérna kemur dagur þar sem Guð er dauður, það er laugardagurinn fyrir páska, sem ætti að vera svona Nietzsche-dagurinn. Sem hann mátti að gera allt af því að Guð er dauður. Svo rís hann upp og þetta er svakalegi dagar. Takk fyrir það Gunnar Smári að minna okkur fara á undanvaði yfir þessa sögu. Það er svo stóra spurningar í þessu að við ættum að vera með bara hætta að fara í páskafrí og vera með þetta svo gott fjölmiðlaefni. Þetta er ég búin að hlusta á síðan að Smári var 11 ára sko.
Hann fór í bókasafnið í Sólheimum og las Biblíuna og kom svo heim og yfirheyrði okkur. Já, hann sem sagt stóð var samt ekki á stól. Nei. Ég stóð ekki á stól yfir mataborðinu og messu. Nei, þú fussaðir yfir og gátt mikið svaraðan. En þú með svona mikinn biblíu áhuga ungur, varstu þá fenginn á fermingarárinu til þess að lesa upp úr biblíunu þegar fermdist eða eitthvað svona? Þú hefur ekki sagt neinum frá þessu. Það var þannig að ég fjórði bróðurinn, sko. Og það ritningagrein sem maður láti velja sér. Og mamma hafði valið fyrir þá. Eitthvað lampi, ljós, fótaminna og Ha, lampi? Nei, þetta munum við ekki. Það var eitthvað bara... þetta sé svona. Nákvæmlega sama, sko. Það sé svona leiðsögn. En ég vildi það ekki. Þannig ég fór og leitaði að og ég fann eitthvað staðar, ég man ekki hvað þetta í Sálmónum held ég, eitthvað sem bara, Guð, hvar ertu, byrgir augu þín á neyðartímum. Og ég las þetta. Það var náttúrulega í kirkjunni að sita til svona og maður verður varfið það að eiginlega enginn að hlusta, sko. En svo ég tók samt eftir að voru kannski svona 15 sem voru að hlusta. Og bara... Já, Sigurður Haukur, hann sagði sko Gunnar Smári og stoppaði. Hann vildi að fólki heyrði þetta. Hann bjóð til sko þögn á undan áður en þú. Það var skemmtilegu brestur. Segðu hann aftur ritningagreinina. Ég man hann ekki alveg. Það er Guð, hvar ertu, hví byrgir augu þín á neyðartíma? Ég skil. Þetta er svona þín, svolítið ritningagrein, má segja. Þetta verið 50 árum, sko, ég man þetta ekki. Já, ég man þetta getur sagt þetta líka núna. En Sigurður Haukur var mjög skemmtilegu brestur. Það var svona vor í kirkjunni í Sólheimum í smá stund. Safnarheimilinu. En til dæmis ef við ætlum að hafa þetta páskadagskrá, ef við erum ekki að fara í frí, heldur ætlum við bara virkilega að taka þetta og þá myndum við hvenær fer hann í Getsemanni garðinn og biður að vaka, því þá getum við talað um vókið. Já, ég ætla einmitt að segja að hann er að biðja ykkur um að vera vók. Já. Að vera vakandi með sér. Já, nú er ég fann páskafrí. Komið gott. En hvað ætlið að gera í páskafríinu? Má spyrjum það að lokum? Ég er að fara í fermingaveislu á barnabarni mínu á morgun. Fermingu og fermingaveislu. Verða á morgun? Það er ekki sunnundaginn? Nei, það er ekki laugardaginn. Já, það er morgun. Það var eins gott að spurði. Jó, það er á morgun. Já, þú ætlar í veisluna líka. Já, ég ætla að vera sunnundaginn. Ég ætla í kirkjuna líka. Ég veit ekki, ætli ég fer ekki bara til mömmu og pappa. Þau búa á Stokkseyri. Það er rosa fínt að koma á Stokkseyri og vera svona í sveit, svona rétt utan við borgarmörkin. Er einhver rígur ennþá milli Eyrarbakka og Stokkseyrar? Ekki mér vitandi. Já, en ég er nú ekki mikið inn í bæjarpólitíkinu á Stokkseyri. Mikið en það. Það er sama sveitarfélag. Það er kannski aldrei verið rígur. Já, jú. Það hætti alveg hérna Jónsum og Söndurum að þeirra saminust. Já, ok. Er ekki núna Selfoss versus? En þú, Laufey? Ég er að vera bara heim og hvíla mig. Er það ekki besta planið? Jú, allan megin betri held ég. Hver ætlar að koma hérna og taka til í snúrunum? Já, einmitt. En svo kveiknaði með löngu til að vera með þætti páskana. Þannig að enginn áhugur að fara að hvíla sig. Getsemann þátturinn, nætur þáttur í aðdraganda föstudags vanga. Getur orðið mögnuð umræða. Þér finnst svolítið erfitt að fara í frí. Getið þið vakað með mér? Við erum á köfum og steinsofnar eftir 9. Næturvaktin. Við verðum öll vók með þér hérna. Svo finnst mér laugardagur fyrir páskaði alltaf svo magnaður. Það er svona þinn uppáhaldspáskadagur kannski? Já, það var náttúrulega dramatískari. Þá var bara lagt svart yfir allt í kirkjónum og mér finnst mætti vera meira þennan dag. Þetta er náttúrulega svona dagur sem er bara svona bassatónn eða bara. Við drápum Guð í gær. Allt óvíst hvort hann rís upp á morgun. Svo bara að fara hérna... Getur komið með þetta bara eins og nýja fréttir núna á páskanum. Já, þessi flytta þessu fréttir. Svo við sólaruppröðs að fara... Drápu Guð í gær. En Björn, hvað ætlum þú að gera? Sko, að því vorum að tala um að það hefði verið bannað að spila á föstudaginn langa þegar við vorum krakkar, þá er ég að fara að spila. Núna á eftir ekki? Já, bara núna eftir og fram á sunnudag. Bridge á Íslandsmóti. Nú það bara. Í Fjölbraut í Ármúla.
þeirri ágætu byggingu. Þannig að ég ger ekki neitt annað næstu 3 sólarhringar en að spila bridge. En ekki Guð sérstaklega illa við bridge? Ég veit það ekki, en svo þegar spilamennsku lýkur, þá ég get ekki beðið, ég hlakka svo til. Þá bara tek ég 2 yngstu börnin mín, pakkað, farið upp í bíl, ekki 500 kilometra, austur í Mývatnssveit. En í veturinn, ekki vetur þannig þá? Jú, það vetur þar held ég núna. Ég held að sé að hefjast núna bara as we speak. En Norður á Zoom. Já, en ég hef ekki komist austur í sveitina mína síðan í janúar og bara þarna eru í bæði jól og páskar sko, fyrir mig að bara komast á bernskuslóðir. Þegar ég byrjaði í sjór, 17 ára gamall, þá sátu kallarnir 3 sem ég þóttu að æfa gamli maður sem búin að vera, þetta voru rétt rúmlega 40 menn. Já. Og svo segja þeir hann að við spilar ekki bridge. Ég sagði, nei, hvaða helvítis vitleys er þetta? Komdu hérna og spilaði bridge og þá var mér bara kennt bridge og svo 11 mann á, þá spiluðu 8 bridge, þannig að við spiluðum á 2 borðum. En fiskuðu ekkert. Hvað segir þið? En fiskuðu ekkert. Er ég svo einu verið? Nei, það var bara tímanum að. Þú er svona kant bridge. Já. Ég var góður bátabridge. Kunnið þið bridge, þið 4? Nei, ég hef aldrei spilað bridge. Ég skal bara vera með námskeið. Ég kann eiginlega ekki spila neitt. Nei, ég slepp, ég kann. Ég lærði það en afkundi það. Þrákeppni minni. Ég fór eins og að keppa og með manni sem ég þekki ekki neitt, einhver verkfræðingur á Símonum og við bara áttum ekki, hann horfði alltaf niður í náðaldri sambandi við hann og svo var það alveg bara, þetta er svo leiðinlegt sko. Og svo eintómi botnar. Svo var ég að beða hann að tala við mig á milli spila. Það var ekki séns. Svo segir hann opnar á hjarta, ég segi 6 hjörtu frá og hann horfir á mig. Ég átti 2 hunda í hjarta og sagði svo, ætlar að tala við mig núna maður. Hann gerði það ekki. Þessi kunna bridge, þeir vita hvað það varst að segja. En sko, hvað er róttæknin í þessu? Eins og þú hefur verið náttúrulega með þætti, mjög skemmtileg spjall bridge. Já, það er ekki róttæk. Hvað er róttæknin? Til dæmis í þessu, 6 hjörtu bara á 2 hunda. Það er svolítið... Hvað finnst ykkur um þessu? Það er ekkert sem yttar heila frumöndan betur heldur en bridge af því sem ég hef prófað. Þannig að ég held að ef maður er duglegur að spila bridge þá tekur maður svo þekkinguna og öll nýju tengslin sem verði í heilanum á manni við að spila bridge og býr til róttækni í einhverju öðru við rauðaborðið. Davíð Oddsson spilaði bridge mikið. Hann getur ekki neitt í bridge. Hann og Jón Steinar saman. Er þetta ekki líka aðalega félagskapurinn? Ég ætla að sá í þættinu þínum að það síðast að þetta er rosalega svona já, myndast greinilega góði kjarni þarna. En þetta var góður punktur yfir því það að mynda samfélagi bara orðið frekar róttækt í dag sko. Það var alveg botnin úr þessu hjá okkur. Þannig svo voru að spila ykkur 2 eldri konur og ég hendi smara svona. Svo allir kallar önnur. Keppnistjóri! Maðurinn svíkur lit! Það var ekki áminninga, ég var ekki eins og ykkur. Alveg búin að stá hann, þurfti að mæta 3 laugardagir. Fyrir svona 30 árum þá var allt brjálað við grænaborðið út af kærum. Keppnistjóri endalaust við borðin og þá voru sko freku briddsararnir á Íslandi, þeir voru svo frekir að þeir tóku ekki vel á móti nýliðum. Þeir vildu bara eiga sporti fyrir sig. En núna er þetta orðið miklu, af því það var gott, takk fyrir að minnast á félagsliðina. Núna er þetta einmitt orðið mjög mikið bara svona, já, þessi félagsligi galdur að hittast og vináttan og allt það. Nei, er þetta ekki svolítið svona sport fyrir svona svolítið innilokaða kalla? Þetta er einhvern svona, þetta er svona... Og nú eiginlega bara konur í briddsararnir. 7 af hverjum 10 nýliðum eru konur núna. En ef maður hlustar þá, hvað segirðu? 1 lauf. Já, það er á rauða sófónum þar komu briddsararnir og þeir spilu til spil á hans að vera með spil með sér. Já, og rifja upp gömul spil. Veröldin hefur... En nú er ég búin að heyra rauði sófinn og græna borð. Er alltaf grænt borð í bridge? Já, ok. Er enginn að svindla? Rauði sófinn var veitingastöð. Mér finnst bara gaman að spila ef ég get svindla aðeins. Ok, ef ég held bridge-námskeið þá held ég að þú munir ekki. Byrja þér, þú fór að aukast tíma fyrst. Nei, en sko en þetta er... Það er svona smá fútt í það. En sko það sem er að gerast núna, þetta getur verið umræðefni í annan þátt. Það sem er að gerast er að sko við fengum COVID og við fórum öll hingað og nú erum við að reyna aðeins að leita út og við erum að leita hvert að öðru
og við bridgearar finnum það og það eru margir sem að finna það í mörgum íþróttum að við nennum ekki að vera bara ein í símanum okkar, við erum á leiðinu út og mér finnst það frábært en að þú spurði hvort það var ekki bara kallar 7 af hverjum 10 konum sem læra bridge núna 7 af hverjum 10 nýjum spilurum sem læra bridge eru konur og þær segja sjálfar að ég held að 7 af hverjum 10 sem að læra yfir höfuð nokkuð eru konur. Ætli það ekki. En í háskólanum en það var kallað vígi sko en þær segja sjálfar að læri bridge af því það hjálpar þeim svo mikið að taka ákvarðanir. Bridge er endalaus ákvarðan að taka og af því að við kallapungarnir höfum haft konur undir allar götur nema síðustu 10 mínúturnar í mannkynssögunni þá er þetta til dæmis eitthvað sem að ég held að þú myndir alveg falla fyrir Bridge ég held að minnast til að ekki voru að muna mikið í bridge það er alveg þess virði að prófa hún er með gott minni ég er samt skilur konu út ég get ekki, ég kann ekki að tefla ekki tala meir bridge en ef við ekki bara segja þetta gott á þið farið í bingoið og ég ætla að fara út í sveit að kíkja á kiðlinga nýfædda kiðlinga því það er svo gaman að sjá kiðlinga dansa ég ætla að gott á eitthvað tæknum að sé til ég að vera með mér á aðfarnótt föstudagsins gaman í Getsemanni geti þáttur eitthvað svo er ég vissum að hundurinn minn býður eftir mig núna ég geti kannski spila sálma þetta föstudaginn langa það verður nú gaman að vera bara sérstakur leiningestur leiðilega stúlkan í Getsemanni Er þið búin að velja ykkar jarðarfæri sálma eða sem ykkar uppáhalds jarðarfæri sálma? Útfæra sálma? Nei. Mér langar að halda mínu útfæra áður en í dag ég er mjög hrifin af því ég vil ekki hafa það í kirkju ég er þar Ég er alveg með þér í því, Sigurjón. Partíð áður en ég fer, sko. Ég er með þér í því, sko. Ef það er aðdragandi. Enga ritningagreina lestur ekki að ræða það, sko. Bara háskólabíó. Ég held að... Nei, ég ætla bara að hluta gamla bíó. Er þetta ekki hámark stjórnsemina svo þegar maður er að skipta sér að hvernig... Það er bendunum á að hann verður dauður og hann mun ekkit stjórnaði hvernig það gæti farið þannig að ég myndi vita sirka hvernig þetta er. En kæra samstarfsfólki Þakka ykkur fyrir að koma hérna að rauðaborðinu rétt áður en að þú hefur oft verið með betri gesti skotti áður en það er tómleiðin skott svona eins og kýr eða litlir kiðlingar skoppið út í sumarið ef ekki bara þakka öll fyrir Við ætlum að taka smá hlýja núna yfir páskana en það verður helgispjall á morgun Já og það verður sýnir Egils á sunnudaginn. Hanna Símonardóttir. Já, þeir eru ekki komin í frí. Ætlum við að nota tíman til þess að fara í svona smá starfsdaga og taka okkur saman. Þetta er taka til í snúrunum. Já, sem að þarf að gera vegna þess að þetta er mikil keyrsla. Við framleiðum 5 tíma á dag af efni og það þarf að stundum að stoppa aðeins og laga til og við ætlum að nota páskafrí í það ekki bara kannski að taka til í snúrunum heldur líka bara í snúrunum í haustnum það séu líka bara ágætt ég segi svona bara fyrir mig tala fyrir mig en það getur vel að mæta bara þú ætti ekki að koma í snúrunar ætlar að vera bara í snúrunum bara hún er að hinta hvíld sig góð já, hvíld er góð en en ég held að við notum tækifæri líka og þökkum öllum viðmælendum okkar bara frá upphafi og núna frá fleiri þúsund og segjum, ég get ekki sagt gleðilega páska kannski að því einmitt, það er nú dagskrá framöndan helgina og svo verður auðvitað dagskrá í gangi hjá okkur og hægt að nálgast þetta á YouTube og það er hægt að nálgast það í hlaðvarpsveitum og hvar annars staðar í útvarpinu 89,1 það verður dagskrá með eldra efni og það er alveg örugt að það er enginn komist yfir að horfa á allt efni sem er á samstöðinni, þannig að það er ekki þannig að fólk sé að horfa á eitthvað eða hlusta á eitthvað sem það hefur heyrt áður, það er mjög ólíklegt. Svo ætlum ég nú að minna hlustendur og áhorfendur á og ég ætla nú fyrst ef ekki líka að þakka öllum þessum góðu hlustendum og öllum þessum góðu áhorfendum fyrir að vera með okkur í anda og ég segi fyrir mig að ég finn einhvern veginn fyrir ykkur einhver staðar þarna og maður finnur fyrir því að það er einhver að hlusta og horfa og án ykkar væri þetta náttúrulega bara ekki neitt og svo er það nú svoleiðis að við minnum líka á að þið megi styrkja okkur ennfremar, þið náttúrulega styrkja okkur með því að hlusta og tala dagskrána okkur og svoleiðis en það er líka hægt að fara inn á síðuna samstöðin.is og íta á lítinn hnapp sem heitir áskrift
og fara í áskrift og jafnvel gerast hlutaðeigandi, gerast meðlimir í alþýðufélaginu og þá eru þau orðin svona hlutafar í þessum fjölmiðli og allavega er það okkar trú að það veit ekki af því að svona frjóvga fjölmiðla flóruna á Íslandi og hleypa fleiri röddum að hljóðnemunum. En ég þakka ykkur fyrir í dag og ég þakkar Pétri Fjellsteð sem við takkana, annars hefði nú verið mjög gaman að fá Pétur Fjellsteð líka hérna megin til okkar. Þakka honum fyrir að vera með okkur í dag og varpa samræðinu yfir til ykkar og við segjum gleðilega páska þótt að þessi dagskrá helginning þá sé ég persónulega gleðilega páska og líka góða helgi og takk fyrir og takk ykkur fyrir.